formaður skráði skíðaráð Reykjavíkur. Svolítið upprétt, það virðist vera eitthvað stressuð. Fór samt ágætlega í gegnum S-ið en virðist vera á aðeins slakari millitíma heldur en hinar stelpunar. Við erum eftir að sjá hana hér, hún nú svolítið lengi hérna, vita nú við, ætli eitthvað hafi skeð. Hún kemur, við sjáum hann ekki koma hérna, þannig að það er Nei, þetta virðist eitthvað hafa skeð, eins og segjum gæti verið, það er ein beygja sem kemur þannig 2 portum eftir bunguna sem er svolítið strempin. Jú, fólk virðist hópast þannig að, við sjáum ekki hvað gerðist. Sjáum ekki hvað gerðist hér, en við vonum svo sannlega að það sé allt í lagi. Minnstu kosti virðist hún hafa fallið úr brautinni. Virðist vera hætt keppni. Já. En hvað er að gerast þarna? Það erum við ekki með á hreinu og alls, við getum bara alls ekki séð þarna onni. Þetta virðist vera að hafa, sko vona bara hreinlega. Er hann rétt fyrir bungu. Það hefur orðið eitthvað fall, við skulum bara vona að sé ekki alvarlegt. Sko vona það svo sannlega. Það er alltaf leiðilegt. Þeir eru allavega að bíða með að starta aftur að næsta keppanda, þannig að það er greinilega eitthvað þarna. Þarf að gæta fyllstu varúðar þegar komið er að slösuðum keppanda. Af því að það þarf alltaf að fyrst að gá að hvort það séu hálsmeiðsli eða bakmeiðsli. Ef að bara leyfa henni að liggja kjur og átta sig á því sjálf og eða bara að fá einhvern, það er læknir hérna á vaktinni. Hann Björn Gunnarsson, og það þarf sennilega að kalla á hann til þess að gá hvort það sé eitthvað að og það má ekki færa keppandan nema að hann sé með heilt bak og háls. Það er alltaf að ganga úr skuggum það. Þetta virðist vera í lagi. Tinna Rut Hauksdóttir, hætt keppni, er sagt hér í hátalarakerfið og við skulum sjá samt. Við bíðum átekta að sjá eina Tinnu. Skulum vona eins og sögum að það sé allt í lagi. En það er náttúrulega gríðarlegur hraði á keppendum. Miklu meiri hraði heldur en við vorum að sjá í gær. Miklu meiri hraði heldur en í svíinu og smá detta getur orðið góð bylta. Já. Þeir eru allan ekki farin að ræsa næsta keppanda, þannig að þeir náttúrulega getur líka bara þurft að laga brautina. Já. Næsti keppandi samt, ef við tölum hana, Ragnheiður Pétursdóttir, hún er efnilega í stóðsvínu á fyrsta ári og er hérna í fyrstu grúppu og því gaman að sjá hvað hún gerir hérna í stóðsvínu. Hún stendur sig með bara og búin að standa sig ágætlega í þessu stóðsvíi, greinilega að stóðsvíi hentar henni betur heldur í svíi, startar hér mun framalega heldur en í gær. Og eftir Ragnheiði kemur Erla Ásgeirs sem er í úlingaliðinu og æfir úti í Yellow. Og þar og eftir er Matthildur Rún Káradóttir sem að stóði með þegar hún hefði startað önnur. Fóru einhver villa í tímatökukerfinu en Matthildur Rún er hérna frá Akureyri. Þar og eftir Elín Jónsdóttir, einnig Akureyri. Svo koma þær í röð María Guðmundsdóttir, nr. 14 og Katrín Kristjánsdóttir, nr. 15. Það verður gaman að sjá. Það verður gaman að sjá, en Ragnheiður Brynja er lögð af stað. Ragnheiður Brynja er lögð af stað, þannig að það er allavega hérna. Já, en það verður skemmtilegt hérna að fylgjast með 2 síðustu keppendum sérstaklega. Koma þarna sem var í fyrsta sæti í fyrri ferðinni og var síðan Íslandsmeistari þar sem að Katrín klæktist á í seinni ferðinni. Hér er Ragnheiður. Þetta er flottar beygjur hjá henni. Hún er með góða pressu, fínt línuval. Svolítið upprétt en náttúrulega ung og á fyrsta árinu sínu hérna í FIS og á fyrsta landsmótinu sínu í stóðsvíi og er að keppa núna í lengri brautum og erfiðari heldur en hefur verið. Tekur langan tíma að ná tökum á stóðsvíi? Það er rosalega mismunandi eftir einstaklingum. Það eru helst það að skíðin stækka rosalega mikið hérna þegar maður kemur upp í 15 ára eldri. Já. Það fara stærri skíði en
þetta virðist vera alltaf skeiði hjá henni. Orðin svolítið þreytt, við sjáum hana ekki koma upp úr beyjunum jafn fljótt eins og hérna í upphafi. Það kemur hér á 1:21:54 og 8. besti tíminn. Erla Ásgeirs, hún lögð af stað. Erla mjög efnileg skíðakona. Var búin að segja hérna, hún unglingameistari 2011 í Svíi fyrra og að æfa út í Noregi og búin að ganga þar allt í lagi. Keppir hér í dag fyrir Breiðablik. Breiðablik, já. Og við bíðum eftir að sjá hana hér birtast á þokunni. Kemur hún, kemur hún, já. Bætast aðeins í þokunni, finnst mér. Já, mér sýnist það nefnilega, frekar en hitt. Og við skulum sjá hana að koma hér, hvernig líst þér á þetta? Þetta virðist vera fín ferð hérna, úr var eitthvað óviss með, það geti verið að út að búið bætast í þokuna, hún sjáum minna. Þannig að hún var aðeins svona ekki alveg á fullri keislu. Og við skulum sjá honum með fínan millitíma, heyrðist mér hérna. Helga María með 39:35 sem besti millitíminn hingað til. Erla ekki jafn góð millitíma en hún kemur hérna og að klára. Nei, rakk þannig hendina í porti en þetta reddaðist. Kemur á 1:19:02. Sögunni viku þá næst að Matthildi Rún Káradóttur sem að keppi fyrir skíðafélag Akureyrar. Og skulum sjá, hún hlýtur að fara að birtast hér. Farin af stað, minnsta kosti. Já, ætti að sjást núna við erum búin að missa svona 1-2 port í viðbót hana upp. Og virðist annað vera að hverfa líka. Hún læðist bara niður þokan. Sýnist hún vera að koma, já. Jú, hann kemur hún. Hvernig líst þér þetta? Það ekki mikið kannski ferð á henni? Nei. Það var hægt. Ekki mikil keisla. Enda eins og við sögum, það bæst töluvert í þokunni en það kannski dregur nú aðeins úr keppendum þegar þeir fara af stað. Matthildur kom hann á 43:60 millitíma sem aðeins lakari heldur hliðarstelpunar. En hún það virðist hafa bæst í þokuna, hún ekki jafn ákveðin eins og það voru áðan. En jú, klára hennar þegar kemur hér á flatan, þá virðist hún gefa í, hún virðist vera í kannski aðeins betri formi heldur en hinnar, eða nokkrar af þeim áðan. En jú, missir hennar aðeins, hægðist á henni vel þarna, rétt fyrir síðustu port. Þannig að það hægðist á henni 1:24:68. Já, 10. besti tíminn hér í dag. Já. Þá næst hún Elín Jónsdóttir, hún komin á stað og við bíðum eftir að sjá hana og þar og eftir kemur María Guðmundsdóttir, tvöfaldur Íslandsmeistari í svíi frá því í gærs. Já, hér Elín, hún virðist á ágætri keislu. Hún á aðeins betri millitíma heldur en hún Matthildur og ætti að geta ef hún spýtir í og ætti að geta komið vel hérna niður af, við sjáum hana hér, já. Birtist hún. Virðist vera svolítið passív og nær kannski ekki línuvalinu sem hún vildi að hún gæti. Hún gæti haft betri línuval en eins og við segjum, það lítið þoka og eina sem við sjá kannski rauðir og bláir blettir. Eins og við sáum á það þegar þú skíðaði brautina. Þannig nú næst María Guðmundsdóttir sem við erum búin að hlakka svolítið til að sjá. Hún farin af stað. Hún farin af stað. Ætti að birtast núna hér rétt bráðum. Hrikalega flott og skemmtileg stelpa. Ég tók viðtölu við henni í gær. Hún sagðist að vera með brjóskljós, nýbúin að greinast með það. En ætlaði bara að fara í sund og láta líða úr sig og mæta svo fíla til leiks. Og hvernig sýnist þér þetta? Hér sjáum við alvöru keislu. Hún á flegiferð hér. Snögg. Hún lætur ekki þokuna að stoppa sig. Hún ætlaði bara að negla það greinilega. Eitt skafar í brautinni. Virðist vera af hennar Maríu, sýndist mér. Nú. Og við skulum sjá, nú hlýtur hún að fara að birtast okkur. Hér, já, kemur hérna á mikilli siglingu. Þetta... Nei! Ó, Nei. Hér fellur hún við. Náði ekki skíðin fór á undan henni hana og flippuðust yfir. Já. Þeir hlaupa að henni hérna. Hún náði skíðin sem sagt bara
tóku pressuna og lyftinu upp. Marja féll á stöngina líka þá rauðu og þá bláu og Katrín lögð af stað, vonandi náður að fjarlægja hana áður en Katrín kemur. Já. Má náttúrulega ekki, hún með Þeir hafa ræst hana áður en hún dettur. Já, þeir hafa ræst hana áður en hún dettur. Og það ekkert hægt að stoppa hana eða... Katrín má, ef hún sér að það eitthvað að, þá má hún stoppa sjálf og fara aftur. En þeir skulu alls ekki, það vonum bara að þeir flýti sér ekki ef það skildi vera eitthvað af, eins og segjum hún með brjósklos og hefur verið slæm.